Þá ætlum við að halda áfram í föstudagsþættinum og við erum hérna ennþá á R5 við Ráðhústorgið á Akureyri og næst komið að tala aðeins þorrablótinu. Við vorum nú með hérna þorra þátt eiginlega á bóndadaginn og núna komið að því að það Akureyrar þorrablót. Það líka mörg þorrablót hérna í kring, bæði Hörgársveit og Eyjafjarðarsveit sem ég veit að stundum bara heilt ár í undirbúningi og mikil stemming fyrir. En það þorrinn akkurat núna og ég fengið Þórsara til mín, hvorki meira en minna, verið velkomnar, herramenn. Takk fyrir það. Hvað segir mig? Þið kallið þetta ekkert svona, heitir ekki svona þorrablót Þórs, þetta heitir Akureyrar. Já, við ákváðum að reyna að halda einhvern viðburð sem að höfðaði til allra Akureyringa. Þannig að þú ert ekki að vera í hvítri peysu og rauðum stuttbuxum til að koma þarna inn. Nei. Þannig að allir geti mætt og allir Akureyringar geti skemmt sér saman. Það hefur ekki verið neitt svona þorrablót á Akureyri, nema þá að káamenn voru reyndar með káablót núna daginn. En annars hefur ekki verið neitt svona sameiginlegt. Þannig að þeir halda sérblót, en þeir að reyna að halda sameiginlegt blót? Já, við viljum svona að reyna, við viljum opna þetta svolítið og viljum reyna að búa til einn viðburð fyrir Akureyringa. Það svona okkar markmið. Hvernig með þessa línu? Það þarna Glerá. Ég veit ekki hvort það allir, af því að það nú fólk hérna víða landa að horfa á N4, þá áttar það sig nú ekki alltaf á því að sumir, þetta ekki beint rígur lengur, en þetta stundum svolítið verið að grínast með þetta. Annaðhvort býr það á Akureyri eða í 603 til dæmis svona káalingóið og svo talað snobbarana upp á brekkunni og það svona, þetta leifar af ykkur svona, þetta raunverulegt eða þetta á yfirborðinu? Já, þetta einhverju leyti raunverulegt og það náttúrulega bara gaman að þessu. Svona bæjarfélög eins og Akureyri, þeir þurfa að hafa svona tvö stór félög og smá ríg og svona smá skemmtilegt með eiga stuð á vellinum og utan þess jafnvel líka. En það náttúrulega orðið mikil sameining, þú veist, það Káa Þór í handbolta kvenna, það Þór Káa í knattspyrnunni, svo náttúrulega Akureyri handboltafélag sem þá óháð Káa Þór að einhverju leyti allavega, rekið sem sér. Já, Akureyri handboltafélag rekið sér en eigendurnir eru Þór og Káa. Já. Og við vinnum rosalega mikið með Káa, við vinnum mikið saman og erum með stelpulið saman og enda bara frábært að vinna með Káamönnum. Já, Káa og Þór nær meira þess alveg norður til Grímseyjar. Já. Það sem ég kem. Já. Og hvort eru Grímseyingar meira Káamenn eða Þórsarar? Ég held að skipti svona 50-50. Það? Já. En hefur Grímsey aldrei verið með sérlið í einhverju nafni? Nei, nema á Pólamóti, þá erum við með lið sem heitir Real Grímsey. Real Grímsey, stað ég hef séð þá. Og að fara á kostum, síðan 2006. Á Pólamóti. Já. Búin að vera einu sinni meistarar. Já, nákvæmlega. En þú ert í hljómsveitinni sem ætlar að stíga á stokk sem heitir einu frábæra nafni Óæfðir. Já. Þið hafa greinilega ekki æft. Nei, við erum ekki búin að æfa neitt. Allir bara mæta og takið ekki einu æfingu? Já, við kannski tökum einu æfingu í kvöld. Já. En ég veit það ekki að þá. Nei. En svo verður bara komið ljós, sko. Fólk verður eiginlega að koma og sjá hvort að við getum spilað tónlist. Já, hvort við kunnum 3 lög eða 100, sko. Þannig að þetta svona, fólk verður að mæta á svæðið og sjá hvað gerist, sko. Já, nákvæmlega. Hverjir eru í bandinu svo við fyrum alveg á heimavöllin hérna í Akureyrar menningunni? Heyrðu, já, ég trommari og svo Binni Davíðs söngvari. Dalvíkingurinn? Binni Davíðs Akureyringur. Hann Akureyringur? Já. Viljum við halda hann þannig? Já. Ég bara sé hann svo ofta á Dalvík, það kannski það. Já, en svo hérna Gunnar Halldór, hann líka gamall Grímseyingur. Og svo Pétur Guðjónsson, Káamaður með meiru. Já. Og svo hann verður að spila með okkur líka, hann Dalvíkingur. Já. Þannig að þetta ætti að vera. Og það bandið, hvernig sjáu þið fyrir ykkur kvöldi? Þetta verður bara stórkostlegt kvöld. Já. Og við erum með allt þetta svona hefðbundna sem á þorrablótum, eins og minni kalla og minni kvenna og brennivín og súrt slátur. Já, brennivín og súrt slátur og hvalinn og allt þetta, allt matarkyns. Og svo erum við líka með samsöng og allt svona sem tilheyrir þorrablótum. Já. En ég held líka með þessa hljómsveit, sko. Ég held að þetta sé fyrst og fremst, ég held að þetta sé skemmtilegasta hljómsveit sem komið höfðu saman. Ég held ekki til fullir það, hún rosalega skemmtileg. Já. Svo bara komið ljós hvað kunna eins og hann segir. Mjög skemmtileg en Óæfðir. Óæfðir, já. Þetta bara, við byrjuðum að leika okkur fyrir 1,5 ári saman.
Og eru við spiluðum, já, hafa stærsta giggi okkar, það var í fyrra, þá spiluðum við á Þorrablót í Grímsi. Já. Urðum frægir þar. Hvað búa margir í Grímsi? Það búa svona cirka 80 núna. Já, og hvað mættu margir? Heyrðu, það voru í fyrra 90 manns. Já, fleiri en Eyjaskeggjar. Já. Það hlýtur að vera einstakt Það var mjög góð mætingu í fyrra. Ég held að það hafi verið aðal út af hljómsveitinni. Ég held það líka. Ég held að það sé alveg bókamál. En það eru örugglega ekki oft sem að þetta er að hafa fyrirsögnina, sko, allir íbúar Eyjarinnar mættu á tónleika. Þú veist, þið eigið það þá. Já, við eigum það. Já. Það var bara þannig. Heyrðu, að lokum, bara smá plögg ef að fólk vil taka þátt í gleðinni. Já. Hvernig ber það sig að? Hvernig ber það sig að? Við erum með miðasölu, já, í dag, niður í Vodafone, Glerártorgi. Og þessi þáttur sýndur klukkan 7:30, það er búið að loka í Vodafone. Já, það er bara rosalega fínt. En síðan erum við með hérna á auglýsingun okkar, þar eru símanúmer sem hægt er að hringi og svo er hægt að mæta bara og kaupa með á staðnum upp í Síðuskóla, húsið opnar klukkan 7 og klukkan 11:30 þá opnum við húsið fyrir öðrum sem að langar að koma á ball með óæfðum. Við seljum 1500 þar inn. Já. 1500 manns. 1500 manns, 1500 krónur. Þetta er ekki flókið. Nei. Þú má kannski ekki gleyma því að við verðum líka með skemmtilegan hagyrning. Já. Hérna kvöldið, Reynir Hjartarson. Og hann kemur til með að fara á kostum, ég bara veit það. Já. Þetta er eiginlega tilvalið líka fyrir utanbæjarfólk að það er svo heppið að vera statt hérna í bænum og búin að komast yfir heiðina í öllu þessu. Já. Efast ég ekki að geta verið svolítið gaman fyrir einhvern sem að þekkir Akureyri ekki neitt að mæta á Þorrablót. Já, ég held að það verði bara rosaleg skemmtun. Heyrðu, góða skemmtun, herramenn, og gangi ykkur vel í þessu. Og við höldum áfram í fyrsta þættinum eftir augnablik.